Já, velkomin á Frelsi TV. Það að hækka bandvítana hjá mér hérna. Pétur Axelsson heiti ég og þessi útsending kemur frá hóteli í Gautaborg. Ég er á vinnusísoni núna en ég ætla aðeins að fjalla þessa fölsku fána sem að hafa dúkkað upp núna. Ég verð í fyrramálið hjá þeim í Harmageddon að fjalla aðeins haustfánana. En ég ætla aðeins að sýna ykkur bara ég er búinn að vera að hlusta á CNN. CNN er að mörgu leyti ágæt stöð til þess að dýbaka falska fána. Einfaldlega vegna þess að CNN er alveg á kafi í að búa til svona drama og alls konar lyga sögur. Nú, það sem að þarf að vera í fölskum fána, og ég er búinn að hlusta á þessi viðtöl hérna, eða þessi fréttaskot, og ég skora á ykkur bara sjálf að fara inn á CNN og sjá samhengið í hlutunum miðað við þetta sem ég ætla að segja ykkur núna. Hérna til hvað vitum við franska skjótarann, hversu varnarlausir eru borgararnir gegn svona árásum. Byssumaðurinn mögulega hluti af franskri ISIS-sellu. ISIS er sko rekið að NATO, þannig að þeir þurfa ekki að fara nema til Brussel til þess að sjá það. Og það sem að neglir fyrir mér svona falska fána, það eru svona nokkur atriði sem þurfa að smella í formi til þess að sé nánast þetta fullera að þetta sé falskur fáni. Og eitt er til dæmis samhengi hlutana, það er alltaf verið að tengja þetta við ákveðna sögu. Og sagan er að múslimar séu allir sturlaðir hryðjuverkamenn og að þessi múslimsku lönd sem NATO er að ráðast inn í hati Vesturlöndin út af frelsi þeirra eða eitthvað svona. En sannleikurinn er sá að það er verið að byggja upp lögregluríki gegn okkur Vesturlandabúum. Það er verið að byggja upp lögregluríki til þess að halda fólki í skefjum þegar allt fer í vitleysu. Þegar að fjármálakerfi hrynur og þessar sturluðu áætlanir sem er í gangi. Fyrir utan það að þetta fólk er gjörsamlega sturlað og þetta NATO-lið er allt sem hann gjörsamlega sturlað, þannig að maður veit þessar áætlanir er ekkert í einu samhengi lengur við neitt. En ef ég held áfram þá þarf þetta að vera ákveðið pólitískt samhengi. Og það sem er verið að selja okkur pólitískt er að byssur eru vondar og þeir sem eru mest að selja það eru þeir sem framleiða byssur og dreifa þeim út allan heim. Væri það ekki nær að þeir hættu að framleiða byssur í þessu Parísar leiksýningu þar sem að þessi ógæfu maður var snúið niður af amerískum hermönnum sem er algjör sviðsetning, að það er rússneskur kolkon eða rússneskur riffil, það er að sjá við tenginguna við Rússland, dímonasering við Rússland. Og það er þessi ISIS-saga sem er verið að selja og það er verið að selja það að það sé svo mikið af vondu fólki sem það þarf að sitja öryggi allstaðar og það þarf alltaf að vera bara grjótnelt niður og það verður að sitja upp fullkomið lögreglulíki helst bara strax í dag. Og það sem við sjáum í þessum fréttabútum við þennan gaur í Fraklandi, þá sjáum við hann var merktur í gagnagrunninu hjá þeim með einhverju S eða eitthvað, sem að þýðir að pólitíkin í því er að fá þessa gagnagrunna til þess að hafa meira vægi. Þið sjáið að ég var að horfa á BBC, þar er komið sálfræðingur sem er farin að segja já, fólk sem að
fólk sem að horfir á svona drama atburði, það er svona áfall og það er áfall að hjálpa og það fara með þetta í geðveikina. Og síðan er þetta radicalization, að það segir að þessi maður sem átti að vera þessi hryðjuverkamaður í Frakklandi, hann hafi gangsett eitthvað síma með einhverjum kóta og síðan horfði hann á eitthvað myndband og síðan fór hann bara og ætlaði fram að hryðjuverka. Svo kom hann amerískar hetjur, bara tada, stoppuðu hryðjuverkið og fengu síðan æðstu orðu Frakklands og einn gaur fór hann á rauðateppið og allt bara blásið þvílíkt upp. Sko, þetta er bara rugl og vitleysa, en það sem verið að gera með þessu, sko, það mjög mikilvægt að átta sig á því hver markhópurinn er. Sko, þessi flúorsauðir sem eru allir heiladauðir, þetta fer bara inn annað út hitt hjá þeim, sko. Og en markhópurinn eru þeir sem ákveða uppsetningu lögregluríkis, löggjafar, embættismenn og fleira slíkt. Það verður að hræða úr þeim líftóruna til þess að þeir bara, já, við verðum bara að sitja hérna öryggi og verðum bara að gera þetta og verðum bara að gera hitt. Og það er pressan að koma inn svona alls konar rugli, sko. Og þið sjá, þetta byrjar bara í ágúst þegar fólk að koma frí og þá fara allir þessi nötthausar sem kynnt. Þá bara snappa þeir allir, akkurat þegar það hentar PR-deild NATO. Og og lögfræðingur þessa manns segir allt aðra sögu og frönsk yfirvöld hafna bara þeirri sögu og bara þessi gaur bara látin hverfa eins og engis í morgundagurinn og hann með tengsl í Sýrland og sko málið með Sýrland er að NATO er í ólöglegu innrásastríði gegn Sýrlandi. Frakkar sem sagt, franski forsetinn sem var að gefa stríðsklæpavinum sínum í Bandaríkjunum einhverja orður og þeir alltaf svona sleikja raskati hver og öðrum, sko, að þeir eru stríðsklæpamenn gegn Sýrlandi. Og þetta er svona ein pólitíska keilan líka, það er sko, já, þessi Sýrlendingar eru bara komið til Evrópu og bara sprengja allt í tætlur og drepa fólkið okkar. Við verðum að gera eitthvað, við verðum bara að sprengja Sýrland til steinaldar. Þetta var sama með Líbíu, sama með Írak, sama með Afgan, þetta er alltaf sama leikritið aftur og aftur. Eru þið svona heimskaði, náðu ekki aðeins að tengja sögunar? Munið með Saddam Hussein, ungu stúlkuna sem verið að taka börnin úr hitakössunum og leggja þau á gólfið þannig að þau deyja og bla bla, þetta er bara, það var allt saman lygi, sko. Íraksstríðið var allt saman ein stór lygi, en samt kreistið sömu og sko það var CNN og BBC og íslensku fjölmiðlarnar og allt þetta lið fóru gegnum öll þessi ólöglegu lygastríð allan tíman og gerðu aldrei neina athugasemd við neitt. Þetta var allt saman bara frábært og bara dreipum þessa milljónir manna sprengið bara í tætlur. Og og sama með þennan gaur þarna í Bandaríkjunum. Það nú reyndar svona minna, það pottitt falskur fáni. Það svona klassískur, já, ég ætla að segja, bara ég fara að fletta, ég ætla að leyfa ykkur að fylgjast með. En það hefur öll merki af fölskum fána líka. Þarna kemur útvarpsstjórinn og segja að þetta voðalega vondur og sko pælið í prófælnum sem hann að gefa af þessum óánægða manni. Þegar sko það harðræði eða það einræði sem verður að byggja upp núna er læknisfræðilegt einræði og oh my god, að þess vegna er verið að setja inn sálfræðigreiningar og geðveikra greiningar
Það problem reaction solution og falska fána tvistið í þessu, að það sálfræði greiningin á þessum gaur. Það ástæðan fyrir að þessi gaur var valinn. Og það var eitthvað sem birti mynd af þeim sem skaut, hendinni sem skaut og hver fer með GoPro og fer svo, og hver framkvæmur svona og fer svo bara og drepur sjálfan sig sko. Bara sagan gengur heldur ekki upp. Fyrir utan það sá ég mynd á hann, ég ekki búin að rannsaka neitt dýpra, en ég nefni það að það var hvít hendi sem skaut, en þessi maður svartur. Og sko, og síðan bara korteri eftir þetta, þá bara forsetinn mættur með pólitíska agenda í þessum problem reaction solution, falska fána, að bara, hann bara mættur í ræðustólinn eða predikunarstólinn og fann að segja bara já, við verðum að taka vopnin á öllum, en málið það að þar brotnar lógíkin, að því að ef þetta svona stórt vandamál og það bara fólk vaðandi með byssur út allt að skjóta alla, þá lausnin að vopnavæða alla. En það vilja stjórnvöld ekki nefna. Þannig að á meðan að stjórnvöld að segja að við verðum bara að afvopna alla, þá þeir að vinna, þá það agenda. Þá þetta allt saman bara lega spunar sem í gangi. Ef að stjórnvöld myndi segja, við verðum bara að láta alla fá skammbysur. Fullt af þessum atburðum sem í gangi, ef allir væri með litla skammbyssu á mjöðminni, þá myndi það svona atburðum myndi bara diffjúsast á nokkrum sekúndum sko. Fyrir utan það að ef það einhver svona raunverulegir gaurar sem í einhver svona pælingum, þá myndi þeir hugsa sér tvisvar á þeir ráðast inn á einhvern svona stað þar sem þeir vita að allir með skammbyssu á mjöðminni. Og ef þeir ráðast inn þá það mjög stutt sjálfsmorðsferð sem í gangi sko. Þannig að í þessu, og fyrir utan það, þá þetta bara svo haustlæðirnar. Ég get sagt ykkur að það mun koma fullt af haustlæðum með haustinu. Og ég get sagt ykkur að trén munu fölna, eða laufblöðin á trjánum munu fölna. Og ég get bara sagt ykkur það. Sama með þessa fölsku fána, þetta bara svona, þetta bara svona haustfánanir sem að koma núna. Og eitt sem að Gerald Celente hefur nefnt og ég hef nefnt nokkru sinnum áður og samsæringar sjá í spilunum, að það massífur falskur fáni í undirbúningi. Massífur sko. Hugsanlega þannig að 911 verður bara smámunni við hliðan á því sem verður að plana núna, því miður, þá ákveðin hætta á því. En einn áhorfenda, einn snöggur. Ég ekki með neitt monitoring á kommentum með neitt slíkt, þannig að nema ef þú situr á Facebook, ég geti kannski séð komment þar. En þetta absolutt falskir fánar, þetta uppfyllir öll pólitísk skilyrði, framkvæmdin á því líka eins og með þennan gaur í París. Það bara þessir amerísku gaurar bara segja þetta, hann hafi ætlað að gera þetta, hann ætlaði bara að framkvæma hryðjuverk. Það enginn sem að segja það nema þessi bandarísku hermenn. Og ef að menn sjá ekki samstarf á milli Bandaríkjanna og Frakklands og þessara NATO-ríkja, þá menn alvarlega blindir sko. Þannig að það í raun ekkert sönnunargagn sem heldur vatni í þessu máli. Og ef þið horfið á þessi CNN-myndbönd sem ég var að vísa í, þá sjáu einhver rosalega rannsókn. Þið sjáu líka hvernig þessi maður var bundinn svona með hælana upp og greinilega mjög blóður. Þetta til þess að magna eða svona fólk segir bara, já, látum hann kenna á því sko. Þannig að verða réttlæta harða meðferð gegn þeim sem á okkur svona uppfylla einhver listaskilyrði hjá leyniþjónustunum og lögregluyfirvöldum og þessum brjálæðingum sem eru í þessu dæmi.
og í þessu tvisti núna þá ef þið horfið á bæði BBC og CNN þá sjáu þið að það verið það hefur ekki verið eins áberandi áður að það eru svona sálfræðingur og geðlæknar sem að tjá sig mikið núna sko. Já, svona fólk með þennan prófæl sko, því er alveg trúandi til bara alls sko. Og þeir munið á Sameinuðu þjóðunum þá var forsætisráðherra Breta, ég man ekki hvað fíblið heitir sem er núna Cameron, já David Cameron að hann var einmitt að sko að þið farið aftur þá það er á YouTube líka, þið getið séð hvað hann var að segja hjá Sameinuðu þjóðunum, hann var að segja já þessir sjálf radicalized predikarar sem er að predika frið og er að segja eitthvað svona sannleika að þetta fólk er allt saman stór hættulegt og veist bara þeir sem að búa frið og öllum sé ég fordæmi allt ofbeldi meira sem gegn þessum klikkhausum sko. Þá er ég bara allt í nú kannski orðinn stór hættulegur og passi eitthvað prófæla því ég er eitthvað fulli við því að NATO sé ólöglegu innrásarstríði í Sýrlandi ég er bara svona ósáttur við það sko. Og ég er mjög ósáttur við hvernig þeir hafa destabiliserað Úkraínu og sett allt saman í uppnám þar og að það sé verið að bjóða okkur upp að þessa fölsku fána bara aftur og aftur og aftur eins og ég veit ekki hvað og þetta er alveg nákvæmlega sama módelið þú þarft ekki að vera mjög klár til þess að sjá módelið og ég hef útskýrt falska fána í smáatriðum á rásinu minni og reyndar sé ég nú að Facebookar vinni mínir eru margir búnir að negla þetta sem bara heyrðu þetta er spooky sko þetta er falskur fáni þannig að fullt af Facebooka félögum mínum og öðrum svona predikurum eru strax búin að negla þetta en það virðist vera almenningur er ennþá svolítið ringlaður og bara einhvern veginn kaupir allt sem sagt er já við verðum bara að ávopna alla sko það eru byssur sem drepa fólk eða ekki já við verðum bara að ávopna já við verðum bara að sitja svona málmleitar græjur allstaðar það sem að lestir eru það sem fólk hreyfir sig þurfum bara að sitja svona CCT myndavélar og já við þurfum bara að vaða inn í einkalíf allra við þurfum bara að gera það þessir sjálf radikaliseraða fólk er alveg bara stór hættulegt það sjálfsæsingar fólk er bara stór hættulegt og það æsir bara upp alls konar annað fólk sem bara kaupir sér nýjan síma fátækur einstaklingur sem er á götunni og hann ætlar að reyna að selja hann fann þessi vopn ég veit ekki hvað rugl það var og hann ætlar að reyna að selja þau fyrir mat eða ræna sér peningu fyrir mat eitthvað svo leið herru, hann á nóg peningu fyrir nýjum síma til þess að vera já, radicalized video já, eitt svo leið, já ég ætla bara að drepa alla henni lestinni maður come on já, ég á ekki hérna peninga fyrir mat og ég fann hérna fulla tösku af byssum og drasli og ég ætla að fara að ræna mig fyrir mat en já, ég keypti mér hérna síma ég er sjálf æstur að horfa á svona YouTube-rás eins og hann Axel ég ætla bara að drepa alla henni lestinni maður já, ég er frá Sýrlandi og ég er að slæja allar pólitískar keilur ég er með allt samhengið á hreinu það er ekki tilviljun sko nei, jú, það er tilviljun ég er með tengsl í Sýrland og ég var hérna þú veist heimsku væðing almennings hefur heppnast fullkomlega Góim er bara heimskingjar þið eru bara heimskingjar sem trúið þessari vils þið eru bara heimskingjar og ekkert annað því miður, þá er það bara þannig en þetta er þess að neinn falski fáninn það á eftir að regna inn mikið af þeim það er ekki jafn margir falski fánar og haustlagðir og þeir snúa allir að
þeir snúa allir að sama pólitíska markmiðunum og eru allir búnir til og framkvæmdir í sturluðum hugarheimi NATO-ista og svona, ég veit ekki alveg á hvaða level þetta rugl búið til sko. Hvernig þetta svona, ég veit að Pentagon eru meira hluta 70% starfsemi Pentagon eitthvað PR starfsemi og í Mossad og allir þessu, þetta á sósíalmiðlunum og þetta allt bara orðið svona eitthvað public relation dæmi sko. Þannig að þetta alveg skýrt, en takk fyrir komuna og endilega styrkiði mig eða ef að alþingismenn að horfa á mig þá getið sett mig á fjárlög þannig ég getið helga mig þessu starfi að koma upp glæpin ykkar og já eða þannig sko og ég líka mjög spenntur að taka við styrkjum frá hergagnaframleiðendum, þeir eru vist rosa mikið af peningum og lyfjafyrirtækjum og já, það sem sagt ég alveg opinn fyrir því sko og já það virðist bara allir einhvern veginn var á launu hjá þeim sem að flytja fréttir af atburðum heimsins það ekki bara sanngjarnt að ég fái það líka var það ekki þess vegna sem að sóknargjöld í þjóðkirkjuna voru fólk sem í vantrú eða siðmennt eða bara ykkur þeir eiga að fá svona sóknargjöld líka það ekki bara sanngjarnt að ég fái 30% afnotagjöldum Ríkisútvarpsins eða eitthvað en það ekki svo marga sjónvarpsstöðvar í gangi ég hlýt að fá bara sem ein sjónvarpsstöð minn styrk, það ekki ég bið að heilsa frá Göteborginni það reyndar rosa mikið af góðu fólki í Svíþjóð þægilegt að keyra í umferðinni allir kurteisir, það ekkert svona vesen eða þannig verið sæl